fundi í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3481 og fyrir okkur liggur dagskrá í 9 liðum. Fyrsti liður á dagskrá er breytingar í nefndum, barnaverndarnefnd, lögð fram tillaga breytingu á skipan fulltrúa í barnaverndarnefnd Eyjafjarðar. Inga Elísabet Vésteinsdóttir verði varafulltrúi í stað Ölfu Drafnar Jóhannsdóttur. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá koma öðrum liða dagskrá að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram viðauki fyrir fjárhagsárið 15 fyrir fjárhagsárið 2020 sem lagður var fyrir bæjarráð 8. október síðastliðinn. Viðaukinn er í nokkrum liðum. Það er í fyrsta lagi vegna nýrra kjarasamninga sem kynntir voru í bæjarráði í sumar og hafa áhrif á flesta málaflokka A og B-hluta, samtals 336 milljónir króna. Þá er aukið framlag til MAK vegna niðurfærslu húsaleigu vegna COVID, 1,7 milljónir króna, vegna flutnings Lundarskóla í Rósenborg sem skiptist á gjaldfært viðhald 80 milljónir króna og eignfærslu 70 milljónir króna. Þá er vegna ofanflóða lagna við svæði í bílaklúbbs Akureyrar 9,3 milljónir króna, tilfærsla á fjárfestingaráætlun yfir á rekstraráætlun vegna nýs leiðakerfis Strætó 8,4 milljónir króna og tilfærsla sem felur í sér aukinn styrk til KA vegna aðgangs þátttakenda N1-mótsins að sundlu Akureyrar 680.000 krónur. Samsvarandi upphæð færð sem tekjur á sundlaugina. Áætlaðar fjárfestingar aukast 61,6 milljónir króna, fjármagnsliður og afskriftir breytast lítillega. Útgjaldaaukningin er samtals 421,6 milljónir króna og er mætt með lækkun á handbæru fé. Þetta er lagt fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Svona aðeins bara fyrir forvitnissakir. Bæjarfulltrúi Guðmundur, hvað eigum við eftir að taka inn af viðaukum þar sem eftir lifir ársmeðal annars vegna kjarasamninga sem ekki er búið að ganga frá? Bara svona til upplýsingar fyrir bæjarbúa. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er viðaukar sem eiga eftir að koma, eða viðauki væntanlega sem eftir að koma er vegna kjarasamninga við kennara og síðan eru þá kjarasamninga hjúkrunarfræðinga sem er eftir. Það er þessi 2 viðaukar sem væntanlega eiga eftir að koma inn í bæjarráð. Mér er ekki kunnugt frekari viðauka, en þetta eru þeir 2 viðaukar sem eiga eftir að koma vegna kjarasamninga. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þennan viðauka gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 3. liða dagskrá, sérstakur húsnæðisstuðningur, endurskoðun á reglum 2020 til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi velferðarráðs þann 7. október voru samþykkt drög að reglum sérstakan húsnæðisstuðning. Sérstakur húsnæðisstuðningur er fjárstuðningur til greiðslu á húsaleigu umfram húsnæðisbætur og er veittur í tengslum við félagslega ráðgjöf. Greiðslur sérstaks húsnæðisstuðnings takmarkast við kostnað leigjanda að teknu tilliti til samanlagðra húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings að það verði að lágmarki 50.000 krónur. Inn í þessum reglum er einnig lagt til breytingar á viðmiðunarfjárhæðum tekju- og eignaviðmið og lagt er til að þær viðmiðunarfjárhæðir verði notaðar við útreikning á sérstökum húsnæðisstuðningi árið 2021. Síðast voru viðmiðunarfjárhæðir uppfærðar í reglum Akureyrarbæjar sérstakan húsnæðisstuðning árið 2018. Með þeirri breytingu erum við að rýmka tekjumörkin, gera það að verkum að fleiri eiga kost á aðstoð með húsnæði sem uppfylla skilyrði á öðru leyti. Ég legg hér með regluna fram til samþykktar og les jafnframt bókun bæjarstjórnar með þessum fundarlið.
Þær breytingar á reglum sérstakan húsnæðisstuðning sem hér eru samþykktar fela það í sér að lágmarksleiga verður 50.000 krónur á mánuði að teknu tilliti til samanlagðra húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings. Þá eru gerðar breytingar á viðmiðunarfjárhæðum tekju- og eignaviðmið sem verða notaðar við útreikning á sérstökum húsnæðisstuðningi árið 2021. Með því að rýmka tekjumörkin munu fleiri eiga kost á stuðningi vegna húsnæðis að uppfylltum öðrum skilyrðum. Þessar breytingar munu auka á jöfnuð milli þeirra sem eru í almenna kerfinu og þeirra sem eru í félagslega húsnæðinu. Þá er mikilvægt að það komi fram að með þessum breytingum verður hlutfall leigukostnaðar að jafnaði áfram 20% á ráðstöfunartekjum þeirra sem eru í kerfinu. Það var bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, lokið máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessar reglur og þá með bókun bæjarstjórnar gefur merki. Það er 11, takk fyrir það. Þá er komið að 4. lið á dagskrá, það er reglur Akureyrarbæjar úthlutun sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn og tekjulágum heimilum, skólaárið 2020-2021. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Akureyrarbær fékk það verkefni frá stjórnvöldum að útbúa reglur sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum í umdæmi Akureyrarbæjar og að skipuleggja framkvæmd verkefnisins, það er málsmeðferðina á umsóknarferlinu. Þessi aðgerð stjórnvalda eru hluti aðgerða til að mæta efnahagslegum afleiðingum af völdum COVID-19 heimsfaraldursins. Sveitarfélög sjá framkvæmdina og mun fjölskyldusvið sjá ráðstöfun fjármagnsins. Til þess að gæta jafnræðis við framkvæmd úthlutunar fjármagnsins gagnvart fjölskyldum taldi ráðuneytið mikilvægt að settað yrðu reglur framkvæmdina. Ráðuneytið gaf út leiðbeinandi reglur og var stuðst við þær við gerð okkar reglna. Styrkurinn hljóðar upp á 45.000 krónur og styrk skal greiða vegna útlagskostnaðar við íþrótta- og tómstundastarf á skólaárinu 2020 til 2021, allt að 45.000 krónum fyrir hvert barn. Ekki er heimilt að nýta íþrótta- og tómstundastyrk til greiðslu á tækjum, búnaði, fatnaði og ferðum. Áður en sótt styrk skal umsækjandi senda beiðni mat á tekjum í rafræna gátt hjá island.is. Þar sem fæst sjálfvirk niðurstaða hvort umsækjandi uppfylli tekjuviðmið annarrar greinar, þar sem segir að heildartekjur framfærenda, einstaklings, hjóna eða sambúðarfólks voru að meðaltali lægri en 740.000 krónur á mánuði á tímabilinu mars til júlí 2020. Ef umsækjandi uppfyllir tekjuviðmið sú niðurstaða send sjálfvirk til fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar. Staðfesting á tekjuviðmiði ekki umsókn til sveitarfélags. Þegar sjálfvirk niðurstaða frá island.is liggur fyrir getur umsækjandi sótt styrk á vefsíðu Akureyrarbæjar eða fjölskyldusviði bæjarins. Með umsókninni skulu fylgja gögn sýna fram á útlagðan kostnað við íþrótta- og tómstundastarf barnsins skólaárið 2020 til 2021. Ég legg hér fram reglur Akureyrarbæjar úthlutun á sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum skólaárið 2020 til 2021 til umræðu og samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil kannski byrja bara á því að fagna því að þessi styrkur sé kominn til og vonast til þess að hann komi þeim sem á þurfa að halda til góða. En það sem vekur athygli mína og mér finnst kannski vera umhugsunarefni fyrir okkur það að það áætlað að 753 börn á aldrinum eða á grunnskólaaldri falli undir þessi viðmið sem sett eru fram. Og þetta þá tekjulág viðmið. Og það sem athyglisvert kannski í þessu að þetta eru rétt að 28% barna á grunnskólaaldri sem þarna ræðir. Ég hef pínu áhyggjur af því ef þetta staðan
hjá íbúum á Akureyri að það sé þetta hátt hlutfall fólks sem þarf á slíkum stuðningi að halda. Þannig að mér langaði bara til að opna þess á umræðum það eða bara beina athygli að því að þetta er eitthvað sem við hljótum að þurfa aðeins að velta fyrir okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, líkt og bæjarfulltrúi Gunnar, þá vil ég taka undir það að fagna þessu framtaki og að þessi fjármunir munu væntanlega nýtast vel. En ég held að við þurfum að taka einmitt þessa umræðu líka gögnin sem við höfum fjármál, því að þarna sjáum við það sem flokkast sem tekjulág heimili og það eru til ýmsir flokkar og það væri fróðlegt að reyna að ná saman gögnum samanburð við önnur sveitarfélög, önnur svæði og svo framvegis og beina sjónum okkar þarna aðeins að því að átta okkur betur á því hvernig samfélagi við búum í og svo framvegis. En fyrst og fremst vil ég bara fagna þessu framtæki ráðuneytisins og ríkisins og ég tel að þetta muni gagnast vel þó jafnvel að maður hafi haft efasemdir hvort það er ekki hægt að gera þetta aðeins einfaldara en stóra málið er auðvitað að þetta er frábært framtak sem að nýtist börnum og ungmennum sem að sjálfsögðu ætti að setja í forgang á þessum tímum. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil að sjálfsögðu fagna þessu framtaki ríkisstjórnarinnar eins og aðrir bæjarfulltrúar sem hafa hér komið fram. Ég hef aðeins velt upp áhyggjum varðandi það að hugsanlega nýtir styrkurinn ekki þeim sem að þurfi mest á því að halda, þar sem að fólk þurfa að leggja út fyrir kostnaði áður en það fær greiðsluna. Þannig að mér langaði bara að spyrja Heimir hvort að þú vissir hvaða var í Nóra-kerfinu til dæmis sem var fyrirstaða með að við færum þá leið að fólk fengi bara ávísun þangað inn. Þannig að það þyrfti ekki að leggja út fyrir kostnaðinum fyrirfram. En þannig að mér langar bara að við reynum allan eftir fremsta megni að verða til þess að allir geti nýtt þetta. Þannig að ef þetta er að verða mikil fyrirstaða fyrir ákveðna aðila, að við reynum þá eftir fremsta megni að leysa úr því. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil náttúrulega bara líkt og aðrir fagna þessu framtaki ríkisstjórnarinnar og þessu framlagi. Ég hef náttúrulega svipað og bæjarfulltrúi Eva kom inn á það smá ágjörð á þessu hvernig þetta er gert, en við áttum ágætt samtal við sviðsstjóra á velferðarsviði varðandi þessi mál og hvernig þau halda utan þá sérstaklega við það fólk sem að hefur hvað minnstu tekjurnar og ég vænti þess að þau munu fylgja þessu eftir og hún ræddi þá líka jafnframt það að koma á samstarfi við íþróttafélögin. Þetta mál verður alltaf með einhverjum hætti að leysa þetta eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, þá er þetta alltaf fjármuni sem að kannski einhverju væntanlega fólk á erfitt með að reiða fram og fá síðan endurgreitt, þannig að það þarf að finna einhver aðferð til þess að auðvelda þetta fyrir þá einstaklinga og þær fjölskyldur sem að standa frammi fyrir því. Þannig að ég vænti þess nú að menn finni nú einhverja lausn á þessu. En aftur og enn og aftur vil ég fagna þessu framtaki en tek undir með bæjarfulltrúi Hildu Jönu að það hefði verið kannski hægt að sjá þetta gert með kannski einfaldari hætti og útfærslan hefði mátt vera með að mínum mati með öðrum hætti þannig að þetta gæti farið auðveldar til einstaklinganna en þetta er víst þannig að hér að ræða greiðslu sem að fara í gegnum félagsmála batterið hjá okkur og þarf að fara þar í gegn þannig að þess vegna er þetta með þessum hætti. En enn og aftur fagna ég þessu framtaki. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Í vinnslu þessa máls var auðvitað þessu velt upp hvort að hægt væri að notast við Nóra-kerfið eins og er gert með frístundastyrkin og í samtali við íþróttafélögin var niðurstaðan sú að þetta
yrði alfarið á könnu fjölskyldusviðs og að því að það verið að veita þessa styrkja á grundvelli félagsþjónustulaga. Hins vegar hef ég hvatt starfsmenn sviðsins til þess að eiga í virku og góðu samtali við íþróttafélögin, þannig að við leggjum okkur fram að tryggja það að allir þeir sem eiga rétt á þessum styrk geti fengið það og fengið þessa styrki og samvinna við íþróttafélögin að ég held muni tryggja það og starfsmanna fjölskyldusviðs. Þannig að ég vona að það gangi eftir. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, það er kannski aðeins vegna að ef einhver skildi vera að fyrir þá sem að hlusta á okkur, að okkur er dálítið tíðrætt íþróttafélög, en menn verður að hláta sig að þetta er alltaf vegna tómstunda líka. Þetta er víðtæk heldur en bara það sem snýr að íþróttafélögum, bara þannig að fólk sé meðvitað það sem að hlusta og á börn og á rétt til að fá þessa fjármuni, að það hafi það í huga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara svona líkt og aðrir að koma hérna og fagna þessu. Framtaki ríkisstjórnarinnar, þetta skiptir gríðarlega miklu máli og eins og kemur fram í greinargerðinni að þá er þetta 753 börn sem gætu hugsanlega nýtt sér þennan styrk hjá Akureyrarbæ. Við höfum nú góða reynslu af frístundastyrknum hjá okkur. Þar er mjög góð nýting, þannig að foreldrar virðast vera að nýta sér þessi úrræði og á stundum sem þessum að þá er þetta bara gríðarlega mikilvægt og ég held að þetta komi til móts við ansi margar fjölskyldur og mörg börn muni njóta góðs af. Og ég fagna orðum formanns velferðarráðs með því að það sé mikið samstarf við íþróttafélögin. Ég held að það skipti miklu máli að það sé samtal á milli og það sé fundi leiðir fyrir þær fjölskyldur sem kannski eiga erfitt með að setja fjármagn í þetta fyrst áður en fá styrkinn. Þannig að ég finnst það bara mjög gott að heyra. Takk fyrir mig. Þá er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson, lokið máli sínu. Orðið er laust. Þessi fleiri ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessar reglur gefið merki. Það er 11, takk fyrir það. Þá er komið að 5. lið á dagskrá, það eru nefndalög, breytingar á reglum 2020, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram 5 tillögur í fundargerð bæjarráðs dagsett 15. október síðastliðið, þar sem lögð var fram tillaga breytingu á reglum launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ. Í breytingunni felst að laun kjörinna fulltrúa og nefndarmanna lækka 5% frá 1. janúar 2021 og taka ekki öðrum breytingum til loka árs 2021. Þessar breytingar eru einn liður í þeim aðgerðum sem við erum að reyna að grípa til þess að draga úr ekstra kostnaði í kjölfar COVID og strax í málefnasamningu okkar þá ræddum við þetta og komum inn á þetta að þetta yrði skoðað og hér erum við í rauninni að koma með þessa tillögu til afgreiðslu. Þetta var samþykkt eins og ég segi í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag og er lagt hér fram til samþykktar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að sé mjög brýnt að við göngum fram með góðu fordæmi í þessum málum. Bæjarfélagið stendur ekki vel miðað við það í hvaða stöðu við erum komin og það er ekkert endilega séð hvernig við komumst út fyrir þessari stöðu sem við erum í öðruvísi en að taka til hendi einhvers staðar og ég held að það sé mjög mikilvægt að við byrjum akkurat á okkur sjálfum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er rétt sem að bæjarfulltrúi Gunnar segir að þetta sé mikilvægt að við séum með þess að sýna fordæmi og ég reikna nú með að þetta verði kannski víða gert hjá sveitarfélögum í landinu vegna þess að sú staða sem að sveitarfélag er í dag er ekki fordæmalaus, hún er bara til hjá öllum sveitarfélögum. Það er öll sveitarfélag að berjast við fordæmalausa stöðu og þannig að
að ég reikna nú með og ég veit að það, sá þannig í fréttum í síðustu viku að það er þegar einhver sveitarfélög byrjuð að huga að þessu. Þannig að ég held að þetta sé bara gott fordæmi sem við erum að sýna hérna á þessum tímum sem við erum að takast á við mikla erfiðleika sveitarfélög í landinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það var ekki 11? Já, 11, takk. Þá er komið að 7. lið á dagskrá. Breiðholtshverfi fyrirspurn byggingu Hringgerðis til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram 8. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsetti 23. september 2020. Lagður fram fyrirspurn Hestamannafélagsins Léttis dagsett 17. september 2020 byggingu af yfirbyggðu Hringgerði í Breiðholtshverfi. Er gert ráð fyrir að gerði geti verið alltaf 18 metrar í þvermál og eru settar fram 3 möguleikar á staðsetningu. Skipulagsráð heimilar umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulaginu þegar sem er gert ráð fyrir að yfirbyggðu Hringgerði á svæði A eða B og breytingi verið unnin í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga, númer 123/2010 og að sviðsstjóra skipulagsráðs falið að auglýsa breytinguna þegar að fullnægjandi skipulagsuppdráttur hefur borist. Þar sem deiluskipulagsbreytingu að ræða er óskað eftir samþykki bæjarstjórnar í þessu máli. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa deiluskipulagsbreytingu gefur merki. Það er 11. Þá er komið að 7. lið á dagskrá tjaldsvæðisritu breytingu á aðalskipulagi til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram 2. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsetti 14. október 2020. Lagði fram tillaga að lýsingu breytingar á aðalskipulagi fyrir svæði sem afmarkast af byggðavegi, Þingvallastræti, Þórunnarstræti og Hrafnagilsstræti. Svæðið er í dag að hluta skilgreint sem íbúðasvæði, þéttingarreitu það er, og samfélagsþjónusta S12 og verslun og þjónusta VF7 og VF8. Er í breytingunni gert ráð fyrir að allt svæðið verði skilgreint sem miðsvæði með blandaðri landnotkun, samfélagsþjónustu, verslunar og þjónustu og íbúðasvæðis. Er meðal annars gert ráð fyrir því að á svæðinu verði byggð heilsugæsla. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að lýsingi verði samþykkt og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að kynna hana samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga, númer 123/2010. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt breytingu á lýsingunni gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Það er komið að 8. lið á dagskrá Holtahverfi breytingu á aðalskipulagi til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram 4. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 14. október 2020. Lagði fram tillaga breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér minni háttar breytingu á ákvæðum varðandi íbúðasvæði IB17 og IB18 til samræmis við tillögu að deiluskipulagi Holtahverfis norður sem er í vinnslu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga breytingu á aðalskipulagi verði samþykkt. Að mati ráðsins er breytingin óveruleg, samanber 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga númer 123/2010, þar sem hún hefur hvorki verulega breytingar á landnotkun í för með sér, né líklegt til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða áhrif á stórt svæði. Þá liggur fyrir að efni breytingarinnar hefur þegar verið kynnt í tengslum við kynningu á deiluskipulagi Holtahverfis norður sem nú er í vinnslu. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa aðalskipulagsbreytingu gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Þá komið að síðasta lið á dagskrá skýrsla bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Afsakið. Forseti
Ágætu bæjarfulltrúar, síðustu vikur hafa litast mjög af viðbrögðum samfélagsins við þriðju bylgju COVID-19 og í hendi við það helst fjárhagsáætlunargerð sem vegna ástandsins snúnari en nokkru sinni fyrr. Allir fundir, fjölmennir og fámennir, langir jafnt sem stuttir eru nú fjarfundir og hefur það fyrirkomulega sannað gildi sitt svo munar. Fjarfundir skila því sem til ætlast og spara tíma og fjármuni. Föstudagurinn 9. október var að mestu undirlagður af ársþingi SSN sem var einstaklega vel heppnað og vil ég hrósa starfsfólki og stjórn fyrir frábært þing. Mánudaginn 12. október átti ég athyglisverðan fjarfund með Gunnlaugi Júlíusinni hagfræðingi sem nú vinnur að meistaraverkefni fjármálastjórnun sveitarfélaga og það var margt áhugavert sem við ræddum og ég sannfærð það að Gunnlaugur mun vinna mjög merkilegt verkefni í þessu meistaraverkefni sínu. Nú aðalfundur Norðurár BS var haldinn þriðjudaginn 13. október og aðalfundur Moltu föstudaginn 16. Fimmtudaginn 15. október var haldinn fyrsti fundur verkefnahóps skilgreiningu og svæðisbundnu hlutverki Akureyrar sem skipaður var af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Á fundinum var meðal annars farið yfir almennt verklag nefndarinnar, afmörkun verkefnisins og tímaáætlun og ég verð að segja að ég ákaflega spennt fyrir þessu verkefni og ég held að það verði fjölmargt gott sem muni koma út úr þessu verkefni og við vorum öll einhuga á fundinum að láta þetta ganga hratt og örugglega og reyna að láta gott af okkur leiða. Þá höfum við átt fundi með sjúkratryggingum flutningu öldrunarheimilana yfir til ríkisins, vinnan með bæjarstjórn og strategíu vegna fjárhagsáætlunar heldur áfram og nú eru haldnir 3 stuttir fjarfundir í viku með sviðsstjórum viðbrögð vegna COVID-19 og stöðun á hverju sviði fyrir sig. Bæjarstjórn hefur verið boðið að sitja hluta þessara funda með okkur og er þá skilgreint sem neyðarstjórn Akureyrarbæjar. Þá hittust við bæjar- og sveitarstjórar í Eyjafirði einu sinni í mánuði á fjarfundi, drekkum saman kaffi og ræðum sameiginlega hagsmuni og það sem á döfinni. En tilgangurinn fyrst og fremst að kynnast betur og styrkja tengslin og skiptast á hugmyndum og skoðunum. Slíkur fundur var síðast haldinn núna á föstudaginn 16. október. Í gær var síðan haldinn fundur með fulltrúum Byggðastofnunar, sveitarstjórnarráðuneytisins og bæjar- og sveitarstjórnarfólki á Norðurlandi eystra endurskoðun byggðaáætlunar. Og svo í dag hafa verið allnokkrir fundir frá morgni og ég að funda núna með suðstjórum öllum og eiga með hálfsárs starfsmannasamtöl ofan á allt annað sem í gangi. En þannig að það mikið að gerast og mikið að gerast hjá okkur almennt. En takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 2., 9. og 15. október, bæjarráð 8. og 15. október, frístundaráð 14. október, fræðsluráð 5. október, skipulagsráð 14. október, stjórn Akureyrarstofu 1. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 2. október og velferðarráð 7. október. Þessar fundargerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundið slitið klukkan 16:28 og þakka fyrir góðan fund.